börnin þín sjá þau þetta? Hann Guðni minn, sko, hann ekki minn TikTok, þetta bara 11 ára. En það ekki allir foreldrar sem hugsa svo leiðis, því að hann á vini, jafnaldra sína, sem með TikTok. Og, já. Því þú ert oft með svona neðanbeltiskrín. Já, eitthvað sem hann á alls ekki að sjá, pabbi sem sé að gera, að segja, sko. Þegar hann sagði mér daginn að ég búin að sjá vídeóið þín, ég var eða svona, mér langar svona skamman, en skilur, en hvað, hann sá þetta bara hjá einhverjum öðrum, skilur, en mér finnst þessna breytti ég 18. Já. Alveg leið og hann sagði mér þetta, það breytti ég sér 18. Því ég vil ekki hann sjá þetta. Nei. Að þetta alveg fullorðins húmor, skilur, að því ég tala alveg skilur, að svona bara glory hole og eitthvað svona, skilur, og titlinga og fá það yfir andlitið og bakið á mér og eitthvað, skilur. Hann á ekkert að sjá þetta. Ég vil helst ekki, en hann er búin að sjá eitthvað að þessu og ég get ekki breytt því. Nei. En ég líka, húmórin minn þannig, mér líka þessna finnst mér svo fyndið. Ég sprakk svolítið út, þetta sprakk allt út, ég er búin að alltaf reyna þetta, ég er búin að harkið í svo lengi, skilur. Byrja að opnaði Snapchat 2017 og svona, ég hef alltaf verið með bara ákveðin svona loyalty hóp af fylgjendum. Búin að lengi á Instagram með svona 23.000 fylgjendur. Sem alveg bara fínt, skilur. Og en svo núna í apríl, ég fór úr í apríl og þannig að ég núna bara held ég bara í september þá fór ég úr sko 3.000 fylgjendum í 11.000 og eftir ég fór að gera þessi vídeo svona hæ á sig sem að byrja bara óvart en bara, það bara breytti lífið með þessu vídeo sko allt í einu vissu orðinu ógeðslega margir hver ég var út af þessu vídeo og þá þýði það ok, þessi sniður, kannski fáum hann til að gigga og það bara sprakk út sko og ég sjúklega þakkláttur fyrir það þannig að og líka að því að gríni mynd þannig að því ég er að taka auglýsingar frá öðrum ég tek ekkert eitthvað sem fólk setur í story hjá sér eitthvað, þetta allt bara ef þetta opinbert, fólk að birta þetta þá tek ég þetta og oft þetta einstaklingar fastegnasalar gerður í blöss til dæmis taka hann okkur og Sigardögg kynjafræðingur og svona bara ekohúsið, stelpum þar og æðislar að tekið auglýsingar þaðan til að klippa saman og og þetta sprakk svo út líka aðalega út af því ég fór að taka grófa hlutina leið og ég fór að taka eitthvað Sigurdögg og með þegar hún talar að það voru brundslettur út allt og eitthvað og ég segi, þú bara gætir ekki lýst heimilinu mínum ekki betur, skilur, eitthvað svona og eitthvað rung og eitthvað dótari það var vinsælt sko að því einhvern veginn, það var enginn að tala svona og gera svona vídeo þannig að og það alltaf einhvern veginn vinsælst ég bara má ekki segja orðið titlingur í vídeónu og þá það með brjálæðslega mikið view sko að sem alltaf fyndið sko